Tackar. Herru, Berglind, þú ert síður ánægð? Já, ég er bara mjög ánægð. Það var, svo ég sagði síðasta viðtalið í morgun, að það var ég myndi rúst þessu og það bara fór þannig. Því svona uppáhaldsmínútunum virtust við smá stressaðar. Var það tilfellið? Já, við vorum kannski bæðið smá stressaðar og svo vorum við að liggja allt aftarlega, þannig að það er náða pressa á okkur og ég held að það hafi verið eina sem hafi verið að hrjá okkur og vantaði kannski pínu hreyfingu, en það leiti gekk þetta vel. Svona seinni hálfleik, það var svona stjörnu leiknum og þú er rauninni alltaf nokkuð þægilegan dag í markinu. Já, það, eins og segja, við byrjum að pressa á þar og þá er rauninni alveg dóta hjá þeim, sko. Það voru orðið að reyna að koma upp en það náði yfirleitt að stoppa það þannig í vörninu. Og eins og segja, það var bara eitt færi sem var fengur þarna í seinni hálfleik og það var bara feitur miskilningur á mér og Karinni. En svo bara fór það líka. Herru, takk fyrir og til hamingju. Þú ert síður ánægð? Já, mjög ánægð. Við reyndum ekki að vera með fyrra leikin en seinni hálfleik með því. Við náðum að skora í fyrra leik sem gerði eiginlega, það var alveg mjög gott að vera 1-0 yfir í hálfleik. Það sem segir, fyrri hálfleik verið nokkuð jafn, þið náðu að skora. Já. Má segja að það hafi gert gæfumuninn í kvöld? Já, það gerði það, held ég. Gerði klárlega. Þið voru í því sterkar í síðari hálfleik, sköpuðu ykkur færi, þið fyrir nokkuð svona ánægð með hvað sóknarleik? Já, mjög ánægð. Við ættum að kannski klára 1-2 færi eða eitthvað, en við skoruðum allavega 3 mörk og það gerði það til að vinna leikinn. Og hlýtur að safna karakter sem sýnir að koma tilbaka eftir tapið var í síðustu umferð. Ég ætla að gera það. Við erum annað að vera með hangandi haus. Við ætla að koma sterkar tilbaka. Við ætlum að gera það. Við ætlum að vinna. Herru, frábært. Takk og til hamingju.